og velkomi hérna í fyrsta beina streymið okkar hérna hjá Flokki fólksins. Og við ykkur, öll sumul sem ég hef ekki ennþá geta sagt gleðilegt nýtt ár, þá gerir það hér á með. Gleðilegt nýtt ár. Og takk fyrir liðna baráttu árið, COVID, ömulega árið, ég get ekki annað sagt. Við sannarlega vonum að þetta nýja ár, 2021, verði svo miklu betra. En við skulum heldur ekki gleyma því að við höfum staðið okkur eins og hetjur. Við höfum reynt að fara eftir öllu því sem að teymið okkar sóttvarnar hefur ráðlagt okkur. Við höfum tekið saman höndum og án þess að hafa verið svona samstillt eins og við erum búin að vera, þá gengur hlutirnir ekki eins vel eins og þeir raunverulega gera hér og nú. En aðeins pínlítið úr öðru, ástæðan fyrir því að við erum hérna akkurat núna að pröfa að vera í beinni útsendingu á Fésbókinni og það á skrifstofu Flokks fólksins í Hamraborg 10. Það ástæðan er einfaldlega svo að við höfum því miður eins og allir vita, við höfum ekki getað hist. Við höfum ekki getað talað saman og verið saman og okkar stundir, við vorum komið fasta stundir alltaf á sunnudögum klukkan 2. Þá hittust við í Hamraborginni og við fengum okkur vöfflur, við fengum okkur kaffi og við vorum að spjalla. Fulltrúar flokksins komu, sögðu frá því sem að væri að gera og hvað var efst á baugi hverju sinni, bæði á þinginu og í borginni. Og í rauninni þá er komin söknuður á báða bóga, bæði hjá okkur, kjörnum fulltrúum ykkar, og líka ykkur sem hafið alltaf vilja koma og vera hérna með okkur. Við höfum líka iðulega fengið góða gesti sem hafa komið og verið með fyrirlestra og bara alls konar gefa okkur kost á að spyrja sig spjörunum úr og við höfum öðlast mikla þekkingu og reynslu af því að fá til okkur þessa góðu gesti. Þannig að nú er í rauninni draumurinn auðvitað sá að nýja árið okkar núna, að því fyrr því betra sem að við náum því að fá þetta hjarð ónæmi, þannig að við getum virkilega farið að hittast á ný, en hugsanlega, eins og ég hef nú bara alltaf sagt frá byrjun, hugsanlega ef þeir halda landamærunum eins kyrfilega vernduðum eins og við erum að gera núna, þau hafa aldrei verið eins vernduð eins og núna, þó ég persónulega hefði nú farið alla leið til þeirra aðferða sem að nýsjálendingar hafa beitt, að breytir ekki þeirri staðreynd að þá ganga hlutirnir betur hérna innanlands og vonandi verður þetta til þess að við fáum að aflétta meira höftunum hér heima og höldum þeim ennþá svona öflugum hins vegar vörnunum á landamærunum. Og það náttúrulega gefur okkur frelsi. Þá förum að fá að hittast aftur og fara að eiga okkar góðu stundir saman. Það er afskaplega mikilvægt eins og núna. Við erum að ganga inn í kosningaár. Þá að kjósa í haust og það er nú viðtekin venja að þá fara frambjóðendur á fulla ferð og flögra út all land og er að hitta fólki sitt og lofa þeim að rekja úr sér gatnirnar og hvað eina annað. Þannig að það er rosa skrítið landslag í raun og veru fyrir okkur að geta akkurat ekki gert það, ekki núna vegna COVID. Það liggur við að maður sé bara eiginlega búin að fá nóg að því að segja þetta hugtak COVID. Það er mikið óbúslega verðum við fegin þegar við erum búin að sigra þessa andstyggðaveiru. En burtséð frá því þá ætlum við að reyna að hafa þetta akkurat svona. Við ætlum að hafa fasta stund hér á sama tíma í rauninni framvegis eins og kaffið okkar var klukkan 2 á sunnudögum. Við ætlum að fá gesti til okkar. Ég er nú svona tilraunadýri til að byrja með. Við erum að pröfa þessa útsendingu núna og ég er svona, já, það er náttúrulega best að nota mig í allt það. Ég býð mig fram í hvað sem er, hvenær sem er, allt fyrir Flokk fólksins og fyrir ykkur. Þannig að í framtíðinni þá vonumst við til þess að kynna fyrir ykkur frambjóðendur okkar. Við erum þegar komin með marga frambjóðendur og við höfum enga kynnt ennþá. Eins og ég hef áður sagt, þetta verður allt á okkar forsendum. Það verða engir sem þrýsta okkur út í það að vera að koma fram með hitt og þetta. Það eru heilir 8 mánuðir í kosningar og eins og við vitum að þá að Flokkur fólksins til í rauninni 2016 og við erum búin að ganga í gegnum 3 kosningar og höfðum í rauninni afskaplega takmarkaðan undirbúningstíma, þannig að þetta nú í fyrsta skipti myndi ég segja sem að Flokkur fólksins hefur
mjög góðan undirbúningstíma, mjög gott fólk, það sem við erum umvafin og það sem svo mikið að góðu fólki, það í rauninni, það bara ómetanlegt og eiginlega ólýsanlegt að fá að upplifa það. Hvernig það þegar verið að taka utan mann og málefnin okkar og sýna okkur allan það velvilja sem við erum að upplifa í dag. En ég þakka það ekki síst frambjóðendunum okkar, fólkin okkar sem hefur verið kjörið og hefur náð því að sýna á rauninni úr hverju flokku fólksins gerður. Við erum gerð úr fólkinu sem að berjast af heilum hug, af öllu hjarta og allri hugsjón, gegn fátækt. Við erum flokkurinn, við erum málsvari, eldri borgara, öryrkja, barnan okkar, fátæku fjölskyldnana og verkafólksins. Við erum sönn. Við erum eini stjórnmálaflokkurinn á Alþingi Íslendinga sem sprettur ekki upp úr neinu nema þessari ömmu sem hér situr fyrir framan ykkur hér og nú. Sem í rauninni fékk áfall þegar ég heyri það eftir að UNICEF gefur út skýrslu sína í lok janúar 2016 að 9,1% íslenskra barna líði mismunandi skort. Og hvort sem þið trúið því eða ekki, að þá hefur þessi skortur einungis vaxið. Þá hefur fátæktin farið vaxandi. Og núna á árinu 2020 í þessum andstyðar faraldri, þá hefur launabilið ennþá breikkar, misskiptingin hefur vaxið, fátæktin hefur vaxið og það í rauninni, það líðst engum sem að vill vita það og lokar ekki augunum fyrir því, að núna fyrir jólin til dæmis, þá sést það best á því hversu margir það eru sem þurft að koma og rétta fram hendurna til að biðja hjálp, biðja mataraðstoð. Og mér langar að segja ykkur líka, því að auðvitað verð ég pólitísk þegar ég ætla nú að fá að tala við ykkur svona kannski pínlítið lengur, að mér hefur oft misboðið virkilega. Ég annar varaformaður fjárlaganefndar. Fyrir fjárlaganefnd koma í rauninni allar beinir alls konar fjárhagsaðstoð, stuðning, fyrirtækja og annara og hagsmunaaðila og samtaka og góðgerðarsamtaka í landinu. En þess vegna finnst mér að skjóta svolítið skökku við að hafa það á tilfinningunni að fólkið sé alltaf meira og minna sett í annað sæti. Það ekki fólki fyrst og svo allt hitt eins og við á flokki fólksins segjum. Bara alls ekki. Ég veit ekki hvað það tók blóð, svita og tár að toga út 25 milljónir í vor til aðstoðar hjálparsamtaka sem voru að gefa fátæku fólki mat. En á sama tíma þótti sjálfsagt að setja 160 milljónir í minka, fóður fyrir minka. Þetta eðlilegt? Nei, þetta það bara alls ekki. Þannig að við eigum eftir að tala saman og í rauninni koma okkar málefni betur til skila vegna þess að við höfum í rauninni heldur ekki komist nálægt mikrofónunum eins og margir aðrir stjórnmálaflokkar hafa gert. Frekar í minna mæli myndi ég segja. En það breytir ekki þeirri staðreynd að við Guðmundur Ingi Kristinsson til dæmis í ræðustóli Alþingis, við óskuðum eftir því, við báðum ykkur að koma okkur þangað til við gætum haft átt og við myndum hvern einasta dag halda áfram að segja ykkur frá því og kalla eftir hjálp fyrir fátæka fólki sem við erum að berjast fyrir. Og það höfum við gert. Það höfum við svo sannarlega gert og fyrir ykkur sem að geti farið inn á alþingi.is, geti farið inn á vefinn. Bæði þar getið þið fundið stjórnmálaflokka og þar getið þið fundið þingmenn. Það getið þið fundið ræður, það getið þið fundið frumvörpin, þingsályktanirnar sem við höfum lagt fram. Þar getið þið líka farið og sett inn hugtök í ræðum, alveg eins langt aftur í tíman og okkur dettur í hug. Til dæmis ítarleit í ræðum frá því árið 2000, frá því aldamót og til dagsins sem að flokku fólksins fyrir á þing. Þá getið þið sett inn hugtökin fátækt, fátæktagildru, skattlagning fátæktar, þjóðaskömmin, hjálparstofnanir, svengt, hvað sem Og vitið bara hvað? Það varla heyrðist í einum einasta stjórnmálaflokki tala raunverulega erfiða stöðu margra samborgara sinna á þessu tímabili fyrir að flokku fólksins kemur inn í ykkar umboði í árið 2017, eftir kosningarnar 2017. Það eru stakkaskipti og það skiptir engu máli þó einhverjir ætla að segja að það sé ekki satt. Við erum búin að koma fátæktarumræðunni algjörlega á framfæri.
Það varla hver einasti stjórnmálamaður sem vogar sér í dag ætla að mæla því mót hvernig raunveruleg staða jafnvel þrátt fyrir að þeir skipti sér ekki af því og ætli ekkert að gera til að laga það. Það svo önnur saga og það okkar að laga það í næstu kosningum og það ykkar að gefa okkur umboð til þess. Þannig að ég hlakka endalaust til að fá að vinna með ykkur, ég hlakka endalaust til að fá að vinna fyrir ykkur og við erum sko sannarlega ekki á baki dottin. En að lokum langar mig bara að nefna það, að því ég ætla nú kannski ekki að fara í málefnin okkar og annað slíkt núna. Mér finnst það nú kannski ekki alveg tímabært því við erum kannski, eða ekki kannski, við erum að reyna okkur hérna á þessum vettvangi akkurat núna. En þá ætla ég að nota þetta tækifæri og fordæma, algjörlega fordæma í nafni Flokks fólksins það ömurlega ástand sem að skapast hér í þjóðfélaginu þar sem verið að ráðast að skrifstofum okkar stjórnmálaflokka, þar sem verið að ráðast jafnvel að heimili eins og gert var núna, heimili borgarstjóra og skjóta og rifli á fjölskyldubílinn. Hvernig hægt að leggja svona lágt? Flokkur fólksins fordæmir slíkan heigulsátt og ömurlega verknað með öllu, algjörlega. Og ef við stjórnmálamenn, ég bara skora á alla forystu menn stjórnmálaflokkana og okkur öll sem erum leiðtogar í kjörnir fulltrúar á landinu, við verðum að fara að spyrna við fótum. Við verðum að fara að setja reglur sem að taka af allan vafa það að svona framferði, hatursorðræða, illmælgi og allt það sem rúllar á stað þeim dómínó áhrifum sem að hugsanlega leiða af öllum þessum anstíðar orðum og óþverragangi sem að sett fram á samfélagsmiðlum í kommentakerfum, fjölmiðlum og annað slíkt. Við verðum að fara að setja reglur sem að taka af allan vafa það að svona framferði það mun hafa afleiðingar. Við getum ekki setið hjá og þagga niður í ljósi þess að segja já eins og einhver ágætur maður, ég ætla ekki að nefna nafn, hann getur tekið það til sín sjálfur. Já, við hefum náttúrulega engan veginn að vekja athygli á þessu til þess að reyna að koma í veg fyrir það að þetta hafi einmitt einhver smitandi áhrif. Auðvitað þetta kolránt. Það alltaf ránt að þagga hlutina niður. Við eigum að taka á þeim jafnóðum að flæða upp á fjörun okkar. Ekki spurning. Við eigum að vinna úr þessu. Þetta verkefni sem í okkar fangi núna að vinna úr. Og ég vil bara benda á það til dæmis þegar við vorum fulltrúar formið stjórnmálaflokkana í Kryddsíldinni núna á gamlársdag á jarðhæð og fyrir aftan okkur risastór glerrúða sem skildi af mótmælendur sem komu með í rauninni ógnandi tilburðum alveg upp að glerinu. Það skildi ekkert nema þessi rúða og það var bara nóg að hafa einn hamar og labba þarna inn. Þetta fólk sem í rauninni hatar okkur reyndar mismikið og fer ekkert í grafgötur með það að láta það í ljós, hvar sem þeir komast til þess. Það á algjörlega ábyrgð ríkislögreglustjóra að sjá til þess að við séum vernduð. Það ekki flóknara það. Þarna upplifði maður það enga veginn að við værum vernduð, alls ekki. Frekar var ákveðin ógn sem stafaði að því umhverfi sem að við vorum að búa við akkurat á þeirri stundu. Það mikilvægt lýðræðin okkar að þið fáið óhindrað aðgang að ykkar kjörnu fulltrúum. Við viljum ekki fara í þá þróun að við þurfum að fara að ganga hér vernduð í allar áttir vegna þess að við þorum ekki að ganga göturnar. Af því að það einhverjir örfáir einstaklingar, óprúttnir aðilar sem eru tilbúnir að ráðast að mönnum fyrir skoðanir þeirra. Við búum ekki svoleiðis landi. Við viljum ekki svoleiðis land. Við erum í yndislegu Íslandi. Við erum góð við hvort annað yfir höfuð og við vitum það ef eitthvað bjátar á, þá höfum við tekið höndum saman og við hjálpum okkar bræðrum og systrum eða lenda í einhverjum hremmingum og einhverjum hörmungum. Þess vegna viljum við að allir taki höndum saman í stjórnmálunum núna og hjálpi okkar minnstu bræðrum og systrum sem eiga sárt að binda. Og við viljum líka að við vendum hvert annað gagnvart einhverjum aðilum sem eru í rauninni, bara eins og ég myndi segja, þeir bara ganga hreinlega ekki á öllum fjórum. Það ekki flóknara en það. Þeir bara ganga ekki heil til skógar. Það ekki eðlilegt að við skulum koma ástandinu þannig að í samfélaginu að það þykir sjálfsagt að haga sér eins og þessir einstaklingar hafa verið að gera.
og nú bara tökum við á þessu, það bara svoleiðis og nú bara tökum við heldur ekki þátt í því á samfélagsmiðlum að hafa okkur hreinlega eins og illfygli hvert við annað. Við erum miklu betri heldur en svo. Þannig að ég hlakka bara til að kynna að lokum þá bara þetta. Ég hlakka til að hitta ykkur aftur á sunnudaginn klukkan 2. Þá mun ég kynna fyrsta frambjóðanda Flokks fólksins og það verður bara mjög spennandi. Þetta verður svona framhaldssaga og spennandi framhaldssaga. Þá ég að vonast til þess að við verðum komið með möguleika kannski á því að þið sendið inn skriflegar fyrirspurnir sem hægt verður að svara á meðan að útsendingi stendur yfir og en annars þá og svo eftir að fá alls konar gesti. Það verður bara gaman, ég meiri sér fann að leggja draugina því að við fáum að halda eitthvað æðislega flott bara einhverja æðislega flotta samveru núna fyrir páskana. En það verður auglýst síðar, ég ætla ekki að bladra frá þessu, ég var næstum búin að því. Ég legg ekki meira á okkur, mér er svo gaman að segja eitthvað sem er spennandi. En maður vil líka eiga eitthvað pínlítið tromp upp í erminni og þannig ég hvet ykkur bara til að fylgjast með öll sumul og svo bara áfram veginn, allir í bólusetningu og burt með COVID og svo þetta. Komum fram við hvert annað eins og við viljum að sé komið fram við okkur sjálf. Þannig að bara í stuttu, við erum góðið hvert annað. Látum okkur þykja vænt hvert annað. Takk fyrir mig í bili. Bless, bless.